Komið sæl. Það hefur gengið á með mjög hvössum éljum í suðvestanáttinni hérna af landi vestanvert og ef við lítum hér á gervitunglamynd sem var tekin núna klukkan 14:30 í dag þá sjáum við hér við sérstaklega hérna sunna við Snæfellsnesið og á Mýrunum. Þar var mjög þéttur bakki í meira og minna allan dag. Þannig að meðan við hérna á suðvesturhorninu svona kannski nær höfuðborgarsvæðinu og höfuðborgarsvæðinu okkur fannst við nú fá alveg nóg en það var þó bara brot af því sem gekk á þarna aðeins norðar. En þetta svona það má sjá að austurhlutinn að sleppa mikið betur frá þessu heldur en við hérna á vesturhlutanum. Þannig að svona þetta gjarnan í suðvestanáttinni og við sjáum líka hvernig kalda loftið streymir hérna niður á Grænlandi og éljabakkarnir byggja sig upp á leiðinni yfir hafið og lenda síðan á okkur hérna vestan til þegar þeir koma að landi. En það sem við stýrir þessu veðri er þessi lægð hér svona sem lúrir hérna rétt norðan við, rétt hjá, hún ekkert langt frá Kulusuk á Grænlandi og svo kemur þessi lægð hér á fleygiferð hér upp á morgun og fer svona rétt við suðurströndina og nudda svona með suðurströndinu og fer svo upp með austurströndinni aðra nótt. Og ef við lítum þá á hitasvið og sjáum hvernig kalda loftið streymir ofan að Grænlandsjökli og út á sundi, það hlýnar nú örlítið þegar það kemur út yfir hafið en það náttúrulega sogar í sig raka úr hafinu og myndar þetta éljabakka. Hlýindi sem fylgja þá hinni lægðinni eru svona, það slaknar aðeins svona á má segja en það er kannski meira á suðausturlandi og austfjörðum jafnvel sem að fá einhver smá áhrif frá þannig en það verður óttalega lítið sem nær hérna inn á Faxaflóa til dæmis. Síðan ef við lítum þá á þróunna, það eru gular viðvaranir á stórum hluta landsins hérna sunnan og vestan til og eru raun bara norðaustur og austurland sem og austfirði sem sleppa en klukkan 8 í fyrramálið og 9 þá detta þær alla saman út en þessi éljagangur mun ganga hægt og rólega niður í nótt og í fyrramálið þannig að það dregur verulega úr þegar áhrifa hinna lægðarinnar sem kemur úr suðri fyrir að gæta hér svona öðru hvoru megin við hádegi og þá svona hún svona svolítið klippir á suðvestanáttina en eins og við sjáum á eftir að þá mun það kannski ekki endilega vera kostur fyrir okkur en við skulum þá sjá hvernig hádegiskortið gæti þá litið út. Það ennþá svona nokkuð stíf suðvestanátt með éljum, nokkuð bjart á Héraði líklega, þokkalegsta veður á þeim slóðum og svo ef við lítum þá áfram á þróunina á morgun þá sjáum við hvernig vindur snýr sér í suðaustan, austan, síðan yfir í norðaustan og norðan svo þegar það kemur hérna fram á aðfaranótt sundags og svo fer hann áfram á fer vestu fyrir hérna vestan til snjókoma fyrir norðan, fer aftur yfir í éljagang svona þegar það kemur fram á sundagsmorgunin hérna á suðvestanverðurlandinu og spákortið þá fyrir hádegi á sunnudag gæti þá verið eitthvað í þessu dúr, hvöss norðanátt hérna allra austast, mun hægari og vestlægari hérna á suðvesturlandi og hitinn svona kringum frostmark mjög víða einhver úrkoma, mismikil þó en mesta úrkoma verður nú líklega hérna allra austast þar sem skilin ná inn á land. Og á mánudag síðan næsta lægð í farvatninu, hún komin hérna býsna nálægt í kringum hádegi, spár eru svolítið að reykja með það hvort að skilin verða komin aðeins inn á land hádegi eða svona eins og þessi spá gerir ráð fyrir rétt utan við. Þannig að menn eiga kannski ekki að hengja sig á það þeir hafi frið til hádegis á mánudag. Þetta gæti verið 2-3 tímum fyrr og gæti líka senkað en það kemur nú betur í ljós þegar nær dregur. Og síðan á þriðjudag sú lægð komin hér vel austur fyrir land og viðtekur norðaustanátt. Svona það birtir til á suður og vesturlandi. Kannski léttir nú ekki til, það verður einhver háský að breiða yfir. Hitatölurnar áfram svona kringum frostmark, það aðeins kaldar á vestfjörðum en það eru þeir nær kalda loftinu heldur en aðrir landsmenn. Strekkingsvindur nokkuð og þá sérstaklega hér á norðausturlandi og allra austast. En við skulum þá líta yfir til Evrópu og það býsna fínt veður hér í sunnanverðri Skandinavíu sem á í norðurhluta álfunnar, skúraleðingar hér í Ölpunum en til fjalla þetta náttúrulega snjóél. Óstöðugt loft með skúrum í Tyrklandi og inn í Grikkland. Ítalía fær svona nokkuð gott veður á morgun, sömuleiðis með Suður Frakkland en suðvestur Spánn hins vegar í óstöðugu lofti og gætu verið þrumur og eldingar og ekkert sérlega hlýtt þar. Lítum þá yfir til Kanaríeyja, það eru býsna víða appelsínugular viðvaranir á eyjunum, þá sér í lagi á vestari eyjunum, skúraleiðingar, þrumur og eldingar þar inn á milli og nokkuð hvasst. Þannig að að gera að gæta sín þeir sem eru á þeim slóðum. Og hér endur við á að fara vestur hafi, rólegheita veður og hlýtt í suðurríkjunum en
en heldur svona kaldara þegar maður kemur norður í Kanada. Ef við látum þetta gott heita í kvöld, verið þið sæl.